Það efni dagsins afleiðingar ávarpa. Það eru Karin og Friðný frá Guðmundar Geirlundar. Gjörðu svo vel. Takk. Já, velkomin. Við ætlum sérst aðeins að ræða áföll og afleiðingar áfalla. Aðalheiður sem á Glærunni líka, hún var með í að gera fyrirlesturinn en hún bara ekki á svæðinu, en við leyfum að fá smá kredit fyrir það sem hún gerði. Þetta bara svona stutt, í rauninni bara þema dagsins. Það við ætlum aðeins að fara í gegnum bara hvað erfið lífsreynsla í æsku og áhrif hennar á heilsufar. Svo ætlum við aðeins bara ræða afleiðingar áfalla og við ætlum svona kannski helst og einna sérstaklega leggja áherslu á áfallastreitu röskun. Og við ætlum bara að fara í gegnum aðeins einkenni hennar og hver meðferðin og aðeins svona dæmi framgang meðferðar. Við ætlum ekki að við ætlum ekki að skýra út heila meðferð, við ætlum bara svona aðeins að gefa ykkur smá innsýn út á hvað það gengur. Við ætlum aðeins að byggja skilgreiningar okkar á erfiðri lífsreynslu út frá stórri rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum. En erfið lífsreynsla telst semst bara allar tegundir af ofbeldi náttúrulega, vanrækslu, öðrum áföllum og annarri erfiðri reynslu áður en manneskja nær 18 ára aldri. Og innan annarri reynslu þá getur það verið skilnaður, veikindi foreldra, geðræn eða líkamlega veikindi eða þú veist hvað annað Já, þannig að það ansi margt sem getur talist þarna undir. Ástæðan við höfum notað orðalega erfið lífsreynsla, bæði að það er notað í þessari rannsókn og að þegar við segjum áföll þá erum við að tala um áföll samkvæmt greiningarskilmerkjum fyrir áfallastreitu röskun og erfið reynslu sumt af þessu eitthvað sem ekki þannig að það myndi í sjálfsagt flokka sem áfall þeirri skilgreiningu. Já, en þetta er þess að rannsóknin sem var langtímarannsókn, kannanir sem eru lagðar fyrir á þessum árum 95–97, en svo eftirfylgt, með það sem ég las í meira en 15 ári, ég held að sé, jafnvel ennþá. Hún hefur síðan verið endurtekin á mismunandi stöðum í Bandaríkjunum og fleiri stöðum í heiminum. En þetta svona kannski það sem okkur svolítið áhugavert, þetta svona rannsókn sem byrjar svolítið fyrir tilviljun. Byrjar í stuttum alveg frá lækni sem var með svona offitu meðferðarstöð og hann fór að rannsaka brottfall, það var svo mikið brottfall og oft hjá fólki sem var svo sem búið að ganga vel í meðferðinni fyrir að leggja fyrir viðtöl fyrir það sem höfðu dottið út meðferð og spyr ýmsar bakgrunnsbreytur og við svolítið að spá hvenær fólk byrjaði að þyngjast og eitt af því sem að spyr út í bara ýmsu öðru samhengi fyrsta kynlífsreynsla og einhvern tímann fer hann svolítið óvart að orða spurningun á þannig hvað varstu hún þegar að þú áttir svona fyrstu kynlífsreynslu í staðinn fyrir að segja hvað varstu gömul og þegar ein manneskja nefnir bara eitthvað fáránlega tölu, 30 kíló, þá skildi hann ekki alveg að segja og sagði spurningun aftur og hún svaraði aftur sömu sama og fór að gráta og sagði já, það var þegar ég var 6 ára og barnið minn nauðgaði mér. Og svo gerist þetta aftur og aftur, hann er að fá svona þessi svör sérstaklega tengt kynferðisofbeldi og kynnir þessar niðurstöður seinna meir þegar hann að leggja það fyrir einhverja nokkrum skjólstæðinga og hans svona kollegar í offitu geiranum taka nú ekki mikið mark á þessu, segja hann að það þýðir ekki að taka mark á þessum skjólstæðingum, þeir segja hann bara hvað sem til þess að afsaka að það ekki gengið nógu vel í lífinu. En einhver svona faraldsfræðilegur læknir kemst í samband við hann og ég veist að ég var búin að vera að sjá svipaðar hluti í faraldsfræðilegum rannsóknum. Þeir fara í samstarf að leggja þessa könnun fyrir og að þeir segja ok, ef við getum sýnt fram á að ef við leggjum þetta fyrir fullt af fólki, mörg þúsund manns, þá kannski þarf fólk að fara að hlusta. Og það þetta náttúrulega rosalega skýrar niðurstöður að þeim fleiri tilvik af svona erfiðri lífsreynslu í æsku sem fólk hefur upplifað, þeim mun bara verra almennt heilsufar og eiginlega bara gengi í lífinu. Já. Svo komum við stáðum svona skemmtilegum myndum sem að segja kannski ekki mikið svona fljótfræði, þannig að þetta getur maður fundið á netinu þessa rannsókn. Þannig að það er verið að skoða ýmsar bakgrunnsbreytur
og þetta ACE-score, það sem sagt fjöldi tegunda af erfiðri lífsreynslu í æsku, sem ekki þjált. Þannig að þeir sem eru með 0 hafa bara ekki upplifað einhver svona slæm erfið það er svo styrnum reikinn fylgni við þessar bakgrunnsbreytur sem það er ýmislegt það er ofþyngd, sykursýki, þunglyndi, sjálfsvígstilraunir, áfengismisnotkun, krabbamein. Hversu mikið fólk er að missa úr vinnunum. En eftir því sem að tilvíkunum fjöldi þannig að það var að tala um tegundir af, þannig að ef ég var fyrir andlegu ofbeldi, síðan var móðir með geðræn veikindi og ég var vitni á ofbeldaheimili, þá er ég komið 3. Þannig að eftir því sem að þessi tilvíkunum fjöldar þessi tegundunum að þá verður meiri fylgni við ákveðnu þætti og við ætlum bara svona að segja frá svona stærstu. Já, stærstu hérna sem þið sjáu að sko hægt og rólega að stækka eftir því sem að fjölga er að þessi hér kúla eru sjálfsvígstilraunir og það er þetta tilraunir ekki endilega að takist á lyfjanotkun, ekki endilega að tala misnotkun á lyfjum, þetta er bara lyfjanotkun. Þetta hér var áfengisvandi sem fer alltaf stækkandi. Þessi hér endurspeglar það að missa á vinnu eða detta úr vinnu. Þetta er þunglyndi, þessi hér og okkur fannst kannski áhugavert líka pínu út af því að við erum svo sem ekki læknar en hér eru núna veikindi eða lungnasjúkdómar. Svona teppusjúkdómar, svona skýrasta dæmi þess að fólk bara þegar búið að reykja til 40 ára. Þannig að það hérna verður, sem er kannski mögulega líka það að kannski mæst að þessu fólki reykir kannski mögulega slappað. En það er svona þannig hérna tengdi sjúkdómar. Þannig að þið sjáu það eftir því sem að erfiðar lífsætlan og bara lífið verður erfiðar og þú gengur gegnum meira því náttúrulega sjálfsögðu stækka ákveðnu hlut. Okkur fannst þetta sjálfsvígstilraunirnar áhugaverðastar. Því það er hérna, það er svo gífurlega greinileg eftir þar. Og það er svo kannski ákveðið að skýra fyrir okkur þessum öskum hvað þýðir það síðan? Já, þetta stendur fyrir að því að Bandaríkjunum sem skammstöfunum Adverse Childhood Experience. Þannig að sem að við þurfum að segja erfið lífsreynsla í æsku. Ef við værum, þá myndum við bara segja ACEs, the number of ACEs. Svo er kannski líka að taka fram að þýðið í rannsókninni þetta er svona miklu leyti svona millistétt í Bandaríkjunum. Þetta er fólk sem er að einhverju er búið að vera í vinnu, er með heilsutryggingu. Þetta er kannarnar voru lagðar fyrir ákveðin einhvers konar gæslustöð eða tryggingar eitthvað dæmi. Og það fyrir sig náttúrulega mörg þúsund manns. Þannig að það er mjög ljóst og þetta hefur alveg gífurleg áhrif og okkur fannst þessi líka rosa flott af því að þarna var sýnt fram á það að þeir sem voru með enga erfiða lífsreynslu lifðu að meðaltali 20 árum lengur heldur en þeir sem voru með 6 eða fleiri. Sem þýðir að lífslíkurnar þínar hrapa allverulega eftir því sem að þú gengur í gegnum meira. Og og kostnaður fyrir samfélagið var náttúrulega stæðstur það er framleiðnin sem að minnkar. Það er að segja fólk er að detta úr vinnu, er ekki að skila af þannig að framleiðslukostnaðurinn er það sem að kemur stæðst inn sem við kannski þekkjum alveg að það er náttúrulega gríðarlegur kostnaður fyrir samfélagið þegar eru heilsufarsvandamáli eða fólk er ekki að sinna og svo næst var náttúrulega kostnaður í heilbrigðiskerfinu sem kom stæðstur út. Og svo eru hinir bara náttúrulega réttakerfið og svo child welfare. Já, barnavernd og svo slíkt. En þið sjáu það að langtustast skila sér inn á sérkennsla og svo sem okkur fannst líka áhugavert, en er svolítið bara í samræmi með það sem maður hefur verið að lesa sér til og er svo sem endurtekið verið að sýna fram á hvað þetta er mikill kostnaður fyrir samfélagið. Líka að hafa það í huga að mikið af þessu felur sér í sér líkur á að þetta halda áfram að endurtaka kynslóðirnar vegna þess að við erum að koma fólk með áfengisvanda, vímuefnavanda, geðræn og annað þannig að það eru meiri líkur á að þeirra börn verði fyrir svipuðu.
Afleiðingar, svona langtíma afleiðingar áfalla eða erfiðra lífsleiðslu eru náttúrulega félagslega áhrif náttúrulega bara oftar en ekki lágt sjálfsmat og erfiðleikar í samskiptum og erfiðleikar við að halda sig á vinnumarkaði og alvarleg áhrif á geðheilsuna er náttúrulega áfallastreituröskun sem er okkar svolítið miðpunktur en það er klárlega samsláttur við aðra geðraskanir eins og þunglindi og kvíðaraskanir og sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir og sjálfsvígshugsanir og klárlega náttúrulega misnotkun á hvort heldur sem áfengi eða vímuefnum og svo er persónuleika raskanir. Og það er líka gríðarlegur samsláttur við líkamleg einkenni. Og ég myndi segja að þar koma sterkast fram langtíma verkir sem fólk er að kvarta undan. Og þeir sem eru með langtíma verki og eru kvartandi slíkur eru 3 sinnum líklegri en aðrir til að vera með áfallastreituröskun, hvort sem hún er greind eða ekki. Og svo erum við bara með gigt og bakverki, höfuðverkir, ofþyngd, sykursýki, ofháan blóðþrýsting, hjartasjúkdóma, sjálfsofnæmissjúkdómar, krabbamein, kvensjúkdómar og þannig vandamál og húðvandamál. Þannig að þið sjáið að þetta fer rosalega mikið inn á líkamlega heilsu fólks líka. Þannig að þetta er ekki bara spurning þetta geðræna. Skiptir ekki bara máli í geðheilbrigðiskerfinu? Nei, alls ekki. Og af hverju þurfum við að þekkja og bregðast við langtíma afleiðingum áfalla eða erfiðra lífsreynsla er náttúrulega bara að til dæmis að einstaklingar sem eru með áfallastreituröskun eru líklegri en aðrir til að leita eftir heilbrigðisþjónustu og umkvörtunarefnið er oft bara allt annað heldur en þar sem rótin liggur. Og það er það sem er kannski mikilvægt og það er það sem við erum svolítið að hugsa og reyna að koma þetta framfæri er að fólk er að koma undan kvörtunum, undan svefnerfiðleikum, erfitt með að einbeita sér, það er þunglynd, það er kvíði, það er með áráttu og þráhyggju, það er félagsfælið með líkamlega verki og svo framvegis, en rótin liggur því miður ekkert endilega þar. En það er það sem liggur á yfirborðinu og oftar en ekki er hættan á því og að það sé þá verið að meðhöndla umkvörtunarefnið en eftir situr alltaf rótin. Og undirliggjandi orsök. Þannig að ef illa næst árangur, og ég er ekki að segja að það gildi alltaf og alls ekki, en oft nær náttúrulega bara kannski ekkert endilega sérstaklega góður árangur eða umkvörtunarefni heldur alltaf bara áfram og er til lengri tíma og illa næst að halda utan það, að þá getur þá minnstakosti möguleikinn því að ástæðan er að það er undirliggjandi orsök sem er ekki búið að vinna með. Og einstaklingurinn gerir sér oft ekki grein fyrir því að það sé, önnur rót eða orsökin liggi í ykkur öðru heldur en verkjónum eða kvíðanum eða hausverknum eða vöðvabólgunni eða hvað það er sem er að kvarta undan. Það er ekki alltaf að segja frá sem erfiðri lífsreynslu við kannski þá læknir sem að leita til og þessi og allavega það sem ég sem unnið mjög mikið með áfall síðustu árin að þá sem oft fólk sem að koma sem með áfallasögu til dæmis síðan í æsku eða mjög snemma á fullorðinsárum sem búið að vera mjög lengi í heilbrigðiskerfinu en það hefur ekki verið greint með áfallastreituröskun sem kannski til staðar og manneskjan orðin 50 eða eitthvað slíkt. En þess vegna finnst ykkur kannski líka bara mjög mikilvægt að þekkja hverjar afleiðingarnar geta verið og hvernig birtingarmyndin getur oft verið allt önnur heldur en þessi undirliggjandi orsök. Og okkur finnst bara mikilvægt að minna á það, og ég er ekki að segja að það sé ekki verið að gera það, heldur bara að minna á að það er mikilvægt að taka góða sögu þegar maður er að hitta fólk, og líka ef fólk er að tala að það séu áföll í sínu lífi, að kannski spyrja svolítið út í það og reyna að meta það hvort að einkennin séu truflandi í daglegu lífi eða ekki. En auðvitað vitum við líka að fólk oft rosa auðvelt með að segja bara nei, ég er löngu búin að vinna úr þessu eða ég er löngu búin að gera eitthvað við þetta og oft reynist það að svo sé bara alls ekki. Þannig að þetta er ekki einfalt og þetta er alveg vandmeð farið. Og rannsóknir benda alveg til þess að áfallastreituröskun sé klárlega vangreind í heilbrigðiskerfinu. Þannig að fólk er að gangi gegnum heilbrigðiskerfið fyrir þetta á yfirborðinu og svo situr það með það sem það er undir. Og við erum náttúrulega bara líka með það á bakinu og bakvið okkur að það eru rosa margar rannsóknir sem sýna og sýnt fram á það að ef við meðhöndlum áfallastreituröskuna það dregur rosalega mikið úr öðrum erfiðleikum. Þannig að það bæti bara almennt heilsufar og ónæmiskerfi þannig að þessi yfirborðs umkvörtunarefni þeim fækkar, minnka og fólk fer bara almennt að líða betur. Þannig að það bara gildir allt. Ef við náum að vinna með rótina þá dreifir það úr sér. Og það er léttir fyrir heilbrigðiskerfið og fyrir náttúrulega sjálfsögðu einstaklinginn sjálfan.
Margir náttúrulega en svo það líka mikilvægt. Það margir sem að upplifa áföll en það þróa ekki endilega allir með þessi áfallastreituröskun. Þannig að en það sem að við viljum gera núna bara aðeins að útskýra fyrir ykkur hvað áfallastreituröskun og hver eru einkennin. Og það getur vel verið að þið þekkið þetta allt, en góð vísa aldrei of kveðin, þannig að við ætlum að fara að segja það. Og við komum að setja fram greiningarviðmið úr DSM-5. Það svona nýjustu greiningarviðmið sem komin. Og bara ítreka það að þegar við erum að tala áföll í þessu samhengi, þá erum við að tala það sem skilgreint sem áfall samkvæmt þessum greiningarviðmiðum. Þannig að það þarf að vera mjög alvarlegur atburður. Þannig að atburður þarf að ógna lífi, eða geta mögulega gert það, valda dauðsfalli, alvarlegum áverkum, eða þá að fela í sig kynferðislegt ofbeldi. Þannig að það alveg sérstaklega tiltekið að þess að við vitum það kynferðislegt ofbeldi ekki alltaf að vera þannig að það sé ein ógnin á lífi, en það er sérstaklega tiltekið með það. Og það í DSM-5 það er búið að víkka út skilgreiningarnar á því. Ekki bara nákvæmlega hér. Ekki DSM-kerfi. Nei, DSM-kerfi er sem sagt amerískt kerfi. Okkar sögukerfi til dæmis, allar greiningar eru innan ICD-10 sem evrópska greiningarkerfi. Við sálfræðingarnir held ég bara út allt og margir þeir hins vegar miða oft við ameríska kerfið sem er DSM-kerfi. Það er ameríska greiningarkerfi. Og við erum að nota þá mjög oft ameríska greiningarkerfið á bakvið okkur varðandi greiningarskilmerki fyrir geðraskanir og ICD-10 í Evrópu og það er verið að vinna í ICD-11. Ætti samkvæmt 11 að vera komið út en er ekki komið út. Og það eins og staðan er núna í ICD-10 greiningarkerfinu þá eru greiningarskilmerkin miklu almennari í ICD-10 heldur en í DSM-5 og það er ástæðan fyrir því að við erum að nota frekar þessi greiningarskilmerki. En það er verið að vinna í nýju kerfi og það munu verða miklar breytingar að öllu líkindum þegar kemur að áfallastreitu í því kerfi. Það munu koma nýjar raskanir, mjög líklega einn sem mun kallast komplex PTSD, sem ég veit ekki hver verður íslenska heitið á henni, en þannig að það en alltaf útskýra af hverju við erum að miða við þetta. Og þau matslistaranir sem við erum að nota miða líka við þessi greiningarviðmið, þannig að það er að setja þau upp. En sem sagt, þannig að þetta ég þarf að hafa upplifað atburð sem er þetta alvarlegur, þannig að ef að manneskja kemur og segist vera með áfallastreituröskun eftir skilnað til dæmis, það gengur ekki upp samkvæmt þessum greiningarskilmerkjum. Það þyrfti að hafa verið eitthvað ofbeldi eða eitthvað slíkt. Og svo eru 4 einkennaflokkar og það þarf að hafa ákveðið mörg einkenni úr hverjum flokki til þess að uppfylla greiningarviðmið fyrir áfallastreituröskun. Þetta flokkarnir þarf að vera endurupplifa áfallið á einhvern hátt, þurfa að vera einhvers konar forðaneinkenni til staðar, það er neikvæð breyting í hugsun og líðan og einkenni tengd örvun og viðbragði eða ofur árverkni, þetta líka kallað. Og þessi einkenni sem þurfa að vera til staðar í lágmark 1 mánuð, sem það þýðir líka það að það er ekki hægt að greina mig með áfallastreituröskun fyrir eitthvað sem gerðist í síðustu viku og enda viljum við það ekki að því að við segjum langt flestir sem upplifa alvarlegt áfall munu upplifa heilmikið af þessum einkennum fyrst eftir áfallið. Og einkenni þurfa líka sjálfsögðu að valda umtalsverðri truflun í líðan og eða virkni í daglegu lífi. Þannig að þetta er náttúrulega bara eins og með allt annað sem við þurfum alltaf að meta. Síðan setjum við þetta upp svona sjónrænt fyrir ykkur. Þannig að þetta eru einkennaflokkarnir og í miðjunni áfallastreituröskun, ég kom því ekki fyrir sem þetta PTSD. Þannig að ef ég er með einkenni úr öllum flokkum, þá er það áfallastreituröskun. Þannig að þarna sjáum við þessum upptalningu á sem fellur undir hvern einkennaflokk. Þannig að í endurupplifun þá erum við að tala drauma, þannig að það geta verið markaðir atburðinn eða eitthvað mjög líkt atburðum eða bara aðrir slæmidraumar. Það er ekkert endilega það ég lendi í bílslysi sem dreymi bílslys en mér fekk kannski að dreyma bara illa almennt. Endurupplifun þá erum við að tala flashback að mér líður eins og atburðum ég sé bara stödd í atburðum aftur. Og svo þessar ágengar minningar, fólk ruglar þessu oft saman.
Flashback, það erum við að hugsa hérna í amerísku bíómyndunum hermanninn sem undir skrifborði og heldur í alvörinu að stattur í sprengiregninu. Ábyggingar minningar geta þess að verið rosalega óþægilega líka, allt í einu hellist yfir mig endurminningarnar með mjög mikilli vanlíðan og þar koma fólki mjög mikið úr jafnvægi líka. Ég veit hins vegar alveg að þetta er minning. Svo eru lífræðisleg viðbrögð þegar líkaminn bregst náttúrulega við og þessi sálræn vanlíðan þegar áminningin kemur upp. Það leiðir síðan oft að sér fórnirina. Við reynum að forðast minningar, hugsanir og tilfinningar. Þetta rosalega óþægilegt, mjög eðlilegt að neita þessu burtu. Og fólk forðast oft það sem kallum ytri áminningar. Forðast að gera eitthvað ákveðið, fara á ákveðna staði, ákveðið fólk, eitthvað ákveðið í sjónvarpinu, eitthvað sem getur minnt mann á atburðinn af því að það er svo óþægilegt þegar það gerist. Þessi ofur árverkni, þá erum við að tala svona viðbrögðin svolítið í taugakerfinu. Það fólk upplifir oft pirring, reiði, köst, sem fara út í kæruleysislega eða skaðlega hegðun. Ofur árverkni, það þetta að vera stöðugt á verði. Og margir finna fyrir því að bregða auðvitað. Það getur verið mjög hamlandi. Bara einhver missir penna og manneskjan hrekkur við og bara líður mjög illa mjög lengi eftir. Einbeitingarerfiðleikar koma mjög oft fram og það getur líka orðið mjög hamlandi. Fólk bara kvartar rosalega mikið yfir því. Svefntruflanir að sjálfsögðu og svo þetta breytingar að hugsa um líðan. Þetta minnisleysi var þetta mikilvæga þætti, þá er að tala að muna ekki eftir einhverju mikilvæga af því sem gerðist í áfallinu. Ýkt neikvæð viðhorf eða væntingar, það svona neikvæð viðhorf sem sitja eftir annaðhvort tengt sjálfum sér eða öðrum eftir áfallið. Sjálfsásökun eða sektarkennd er rosalega algeng, bara nánast undantekningarlaust ef við vorum að tala um kynferðisofbeldi. Viðvarandi neikvæð líðan, það líða almennt illa sem alltaf leiðir oft að sem engan áhuga og þátttöku í daglegu lífi. Og það alltaf leiðir oft að þess að fólk upplifir sér fjarlægt yfir tengslu við aðra. Og sem upplifa svona algjörlega vangetu til að upplifa jákvæðar tilfinningar. Svo tíðnin. Það bara mjög erfitt að segja til það, af því að rannsóknir sýna mjög mismunandi tölur, en ég sagði þetta til að tíðnin sé þetta á bilinu 5–14% líkur á fjöldi einstaklinga sem upplifi áfallastreituröskun einhvern tímann á lífsleiðinni. En líkurnar á því að þróa með þessar áfallastreituröskun eru misjafnlega miklar eftir því hvers konar áfallið verður fyrir. Þannig eins og sjá þarna að þeir sem lenti í bílslysi 9% líkur að þróa með sér áfallastreituröskun en nauðgun 57% líkur. Og það er almennt meiri áhætta að fá og þróa með þessi áfallastreituröskun ef að áföllin eru af mannavöldum. Þar sem það eru einhvers konar samskipti, eins og nauðgun eða ofbeldi annað, að þá ertu líklegri til að þróa það heldur en að þú lendir í náttúruhamförum eða lendir í bílslysum eða verður ekki. Það er ekki þar það gerist ekki, heldur það bara meiri líkur á hinu. Og fyrri áfallasaga og sérstaklega í æsku áður fyrir bæði aukna líkur á öðru áfalli seinna og að greinast með áfallastreituröskun. Og það náttúrulega áberandi kynjamunur. Konur eða stúlkur eru 2 sinnum líklegri heldur en karlmenn til að þróa með sér og það virðist ekki vera hægt með rannsóknum að skýra muninn á tegund áfallsins, heldur bara það virðist kynjamunur þvert á alveg saman hvert áfallið er. Þannig að það kynjamunur ekki vegna þess að konan verði alltaf fyrir kynferðisofbeldi til dæmis, þannig að þegar þó það sé stjórna fyrir tegund áfalls þá helst þessi kynjamunur af einhverjum ástæðum. Og svo það bara af hverju þróa sumir með sér, það er hægt að hugsa áfallastreituröskun þannig sem vísbendingum að það er eitthvað sem er að hindra eðlilegt bataferli. Það er að segja, eins og hún sagði áðan, þegar við verðum fyrir áfalli þá er bara mjög eðlilegt að í raun og veru að upplifa ákveðin einkenni og við upplifum ákveðin einkenni áfallastreitu. En í flestum tilfellum þá ná flestir með bara smá tíma að jafna sig og vinna úr því og lífið heldur áfram. Þannig að ef hann er ef atburðurinn er nóg alvarlegur þá upplifir flest öll þessi einkenni. Og þegar eðlilegur bati á sér stað, þegar svona náttúrulega ferlið á sér stað, þá bara smá sem hann dregur úr endurminningunum og hugsunum og tilfinningunum og þau hætta að virka sem kveikjur þannig að við bara náum að jafna okkur. Þegar að bati gerist ekki, þá leiða þessar
endurminningar og neikvæðar hugsanir og sterkar tilfinningar til flótta og forðunar. Og forðunin hindrar það að unnið sé úr áfallinu á þann hátt sem nauðsynlegt til að við náum bata. Og því að forðunin hún virkar einungis tímabundið, það tímabundið léttir á forðuninni en þegar hún orðin kerfisbundið þá hún farin að skemma fyrir okkur og það á við áfallastreitur og allt annað. Og hins vegar þýðir það að út kemur áfallastreitur öskun. Þannig að það mjög eðlileg viðbrögð náttúrulega að vilja forðast að þetta rosalega óþægileg einkenni en sumir verða mjög svona færir í forðuninni og alltaf í hugsunum eða tilfinningum strax frá sér og þá svolítið lítum við að þannig að tilfinningarnar fá aldrei að renna sitt skeið. Það er rjúka sig og þeim reyndi burtu. Þannig að ef það verður ekki gert þá myndi fólk verið venjast og þannig að minningarnar myndi fara að kalla alltaf fram minni og minni viðbrögð. Það er ekki raunhæft að ef ég verð eitthvað minni með á atburðinn að það hefur bara engin áhrif á mig en áhrifin verða minni og minni ef ég fer ekki í forðun. Ef ég fer í forðun þá minnka viðbrögðin mín aldrei og þetta verður alltaf jafn óþægilegt og þá viðhelst vaninn. Já, og þá verður komin í hring, þá komin vítarhringur. Þá förum við í meðferðinni við áfallastreituröskun. Við leggjum mikla áherslu á það sé mikilvægt að fara eftir klínísku leiðbeiningum og nota gagnreynda meðferð og við miðum okkur mjög mikið við NICE guidelines og við erum frá því 2018 leiðbeiningarnar mæla með sálfræðimeðferð byggða á HAM til að koma í veg fyrir og vinna með áfallastreituröskun. Það er fyrsta val á meðferð. Og það eru til mismunandi tegundir af sálfræðimeðferðum. Það er til áfalla úrvinnslumeðferð eða cognitive processing therapy sem við ætlum aðeins að kynna fyrir ykkur smá núna rétt eftir. Það er svolítið þessu nálgun sem við mest notum. Það er hugræn atferlismeðferð við áfallastreituröskun eða trauma focused CBT. Það tekur sig ekki að reyna að útskýra alveg kannski muninn á þessu tvennu, en það er aðeins munur. Smakar áherslumunur bara. Og svo er berskjöldun eða exposure therapy sem gengur út af það að við erum alltaf að fronta atburðinn og áfallið og svo er til sem heitir NET eða narrative exposure therapy. Það er útgáfa sem rosalega mikið notum í flóttafólki sem á erfitt með að tjá sig eða skilur ekki og það eru tungumálarerfiðleikar og það er mjög sjónrænt af því að þar ertu actually með, þú gerir tímalínu og þú ert alveg með steina í höndum og blóm og svona og svo snýst þetta bara eiginlega samtal. Og önnur meðferðarúrræði er til dæmis EMDR sem er Eye Movement Desensitization and Reprocessing sem er allt öðruvísi heldur en til dæmis CBT. Ég veit ekki hvort þið þekki það en í stuttu máli þá snýst það augnhreyfingar á þess að við höfum tíma til að fara nánar út í það. Og svo er náttúrulega lyfjameðferð og það er alveg, lyfjameðferðin er alveg, ok, en í NICE þá er einfalda tiltekin ákveðin lyf sem að þeir mæla með frekar en annað sem viðbútt við sálfræðimeðferð en ekki sem fyrsta inngrip. Og þeir segja mjög skýrt að það á aldrei að nota lyfjameðferð til að reyna að koma í veg fyrir áfallastreituröskun af því þá eru þeir náttúrulega bara að deyfa hlutina niður og þá gerist nákvæmlega sem við vorum að segja áðan, fólk fer ekki í gegnum tilfinningarnar og hugsanirnar. Þannig að og það er sérstaklega vara við notkun á bensólyfjum sem náttúrulega bara svolítið slæfa og deyfa niður. Þannig að þeir eru mjög skýrir þarna en auðvitað gerum við okkur grein fyrir því að stundum er fólk í ástandi þannig að lyfjameðferð getur verið nauðsynleg en hún er aldrei mælt með sem fyrsta meðferð. Það sem við tölum að koma í veg fyrir áfallastreituröskun, þá erum við að tala bara meðferð sem tekur við strax og eftir áfall, þannig að einstaklingur er ekki komin, kannski með heilmikil áfallastreitu einkenni, myndi ekki skilgreinast með áfallastreituröskun vegna þess að tíminn er til dæmis ekki komin, það er ekki komin meiri mánuður og en þannig að rannsóknir benda til þess að þessi öfri úrræði þau skila árangri í að ef þeim er beitt strax, þannig að það er hægt að byrja að beita þessum meðferðum mjög fljótt á eftir ef einstaklingur er með mikil einkenni þó við myndum ekki skilgreina með áfallastreituröskun strax. En það er varaði sérstaklega við lyfjameðferðina á þeim tíma. Já, þetta er það sagt þessi meðferðarálag sem við notum mest. Þetta er CBT, þessi hugræna úrvinnslumeðferð og já, við ætlum að láta bara meðan þess að þetta er meðferð sem
alltaf mælt með í þessum viðmiðum og það líka verið að nota hana í áfallameðferð á Landspítalanum, þannig að þar var búið að vinna forvinnuna, þýða efni og annað, þannig að við gátum nýtt okkur það og fengið líka ráðleggingar og vandlæslu þar. Þetta er svona meðferðarhandbók sem að sjálfu sér fylgir, þetta sett upp sem 12 skipta meðferð en hins vegar alveg, þú búið að rannsaka það að þetta hugsað sem breytileg lengd, maður gæti mögulega þurft færri skipti en maður geti líka alveg þurft fleiri. Og þetta byggir á aðferðsmeðferð en sérstaklega aðlöguð að því að vinna með áfallið, þessu úrvinnslu sem þarf að fara fram. Þannig að í stuttu máli felur meðferðin í sér fræðslu einkenni áfallsveitu. Það oft bara mjög mikilvægt og þetta eitt af því sem við gerum ef maður að hitta fólk bara fljótt eftir áfall, bara að fræða einkenni, hvað getur gerst, hvað eðlileg viðbrögð og fræðslu hugræna kenningu, úrvinnslu upplýsinga. Bara reyna svolítið að útskýra af hverju ákveðin viðbrögð verða í hausnum á okkur. Berskjöldun sem bara fælst í því að tala og segja frá atburðunum, bara í gegnum hvað það var sem að gerðist. Forðurinn byrjar í því að ofta tala bara sem minnst það. Og svo það hugræna meðferð þar sem að verða að vinna með skekkta túlkun og viðhorf einstaklings sem að þróast í kjölfar áfallsins. Og þannig að þarna erum við talað að við erum að vinna með þessi viðhorf sem að falla undir þessa þætti, öryggi, traust, völd og stjórn, sjálfsmynd og nánd. Og hérna erum við að tala viðhorf til okkar sjálfa, ég er að tala viðhorf mín til mín viðhorf til annarra og viðhorf til heimsins. Þannig að sem dæmi varðandi kallað undir öryggi eða traust. Minn skjólstæðingahópur mikið til konur og sem voru ofnir kynferðisofbeldi og það mjög algengt að viðhorf til dæmis tengt karlmönnum bara orðið karlmönnum ekki treystandi, karlmenn eru hættulegir. Þannig að þetta mjög rökrétt en hins vegar alltaf ekki hjálplegt. Og eða bara ég hef ekki völd á eigin lífi, eitthvað slíkt og sjálfsmyndin, það alltaf fólk oft verða að líta mjög neikvætt á sig sjálft. Þannig að það bara þær hugsanir sem þróast eftir áfalli leiða til þess að fólk þróa með sér mjög óhjálpleg viðhorf sem við þurfum líka að vinna úr. Þannig að það ekki alltaf bara einhverjar hugsanir tengt áfallinu sjálfu sem við erum að vinna með. En þetta þessi í sjálfur stutt og hnitmið meðferð og rannsóknir sýna bara mjög góðan meðferðarárangur. Þetta auðvitað ekki þannig að hins vegar að það sé alltaf bara sólskín og allt frábært. Og þú bara mætir og 12 tímar og svift og búið. Þetta er erfitt. Fólk náttúrulega oft í mjög gott í forðun, sérstaklega þeir sem eru búin að vera með einkenni lengi. Þannig að helstu hindranir sem koma fram að felast í því að fólk nær ekki að sleppa tökum á forðunarhegðun á einhvern hátt. Það getur komið fram í því að fólk sinni ekki verkefnavinnu. Þetta er þannig meðferð að fólk þarf að vinna ákveðið verkefni eftir hvern einasta tíma sem það kemur með í næsta tíma. Mætingar verða stoflar, fólk verður að vera rosalega duglegt að afboða sig eða bara mæta ekki. Sumir fara á DV-mefninu til að deyfa sig fyrir ekki fyrir líðanni og svo þetta líka bara að aftengja sig tilfinningalega. Svo svolítið það að þetta býnum sjónrænt líka og stálu við líka myndum úr meðferðarhandbókinni, nýjustu útgáfuna henni. Það er aðeins að skýra hvað er að gerast í heilanum á okkur. Þannig að á fyrstu myndin það verður svo að lýsa því sem gerist þegar við upplifum okkur í hættustödd. Þannig að í þannig ástandi þá er alveg eðlilegt að ósjálfráð taugakerfið okkar tekur við, það gerist eitthvað hættulegt, amygdalan mandlan bregst við og það leiðir yfir í heilastofninn og það er alltaf ákveðin tenging síðan yfir í framheilann. Það er alveg aðeins alltaf minnkuð virkni í framheilanum þegar við ofta viðbragð okkar virkjast. Þegar við erum bara í fight and flight, þannig að við þurfum ekki að vera ofboðslega mikið að velta fyrir okkur hlutunum, við þurfum ekki að brugðast mjög hratt við, en það er samt alltaf ákveðin virkni. Hins vegar, þegar
fólk búið að þróa með sér áfallastreituröskun, þá hafa svona heila rannsóknir alveg sýnt mjög skýrt fram á það að virknin í framheilanum, hún verður bara allt of lítil. Hún verður miklu minni heldur en í svona eðlilegu óttaviðbragði. Og ég meina svona skemmtilega að það mætti bara líka á þannig að bara framheilinn bara svona lamast tímabundið. Þannig að það einhver trigger, eitthvað gerist sem minnir mig á áfallið, það kveikir á óttaviðbragðinu mínu. Þannig að það koma fram með sig líkamlega einkenni og jafnvel tilfinningaeinkenni og annað. Heilastofninn reynir að setja skilaboð yfir í framheilann, en þau fara ekki allan henginn. Þannig að í mitt númer 1, þá náðu vel við 8 gráði þegar hættan liðin hjá og maður tiltölulega, mann að jafna sig. Mér bregður við eitthvað en það sem gerist þarna að óttaviðbragð það viðhelst allt of lengi vegna þess að framheilinn of lítið virkur og ég næ ekki átta mig á því að ég ekki alveg í hættustödd. Make it sense. Þannig að meðferðir snýst það að aflama, það er nýja orðið mitt, að aflama framheilann. Þannig að framheilinn geti tekið við og unnið úr. Þannig að við náum að vinna úr óttaviðbragðinu, þannig að við förum að fara aftur svona heilbrigðan hring í heilann þegar eitthvað gerist. Þannig að það að tala hluti, það að nefna tilfinningar, það að segja frá hvað að gerast, hvernig mér líður, hvað ég var að hugsa á hana, það virkar framheilann. Það hefur þessari tengingu aftur. Þannig að og þetta bara, það sem svona rannsóknir á huganum hafa sýnt fram og það hjálpar okkur alls að vinna úr því sem gerðist. Og bara rétt í lokin, þá ætlum við bara að fara aðeins yfir, þetta er bara svona dæmi framgang í hugrænni úrvinnslumeðferðinni. Fólk kemur í matsviðtal, það er farið yfir ástæðu af hverju það er komið, það er farið yfir áfallasögu, metið hvaða áfall hefur mest áhrif á daglegt líf þegar við erum að tala það að það er fleiri en eitt. Þá er það alltaf metið. Fólk fyllir út alls konar sjálfsmatslista. Við förum yfir út á hvað meðferðin snýst og hvað væntingar fólk hefur. Og það er stundum annar matstími sem maður þarf að halda áfram að meta hlutina því að það tekst oft ekki í einum. Og það er stundum lagt fyrir hálfstaðla svona greiningaviðtal þar sem að einkenni áfallastreitu eru metin nánar. Og meðferðartímarnir eru þannig að það er yfirleitt vikulegir 50 mínútutíma sem samanstanda bæði fræðslu og verkefnavinnu. Og það er eins og hún var að segja, það er rosa mikil verkefnavinna. Það er verkefnavinna í tímum, það er verkefnavinna heima. Sem er svolítið bara, þannig er hugræna atferlismeðferð byggt í grunninn, það er verkefnavinna. Það eru lagðir fyrir skimunarlistar fyrir áfallaeinkenni í byrjun hvers tíma og við lok meðferðar þá er farið yfir bakslagsvarnir og boðið upp á eftirfylgjutíma ef að þörf er á. Og við ætlum bara að ljúka þessu með því að segja bara, sýna svolítið bara þetta er actually mál, þetta er raunverulegt mál og meðferð sem sýnir skor á matslista á einkennum áfallastreituröskunar sem þýðir frá því að viðkomandi kemur í upphaflega matsviðtalið og svo í eftirfylgdina þegar einstaklingurinn er hættur að uppfylla skilyrði fyrir áfallastreituröskun. Þetta er sólskinið, þetta er það sem væri rosa fínt ef þetta væri alltaf svona, en þetta er ekki alltaf svona, alls ekki, en þetta er bara svona skýrt dæmi það hversu vel þetta getur gengið þegar fólk er tilbúið. En náttúrulega fyrst og síðast líka fólk að vera tilbúið til að fara inn í þetta. Þetta er sárt, þetta er erfitt, þetta er vont, en fólk þarf svolítið að vera tilbúið til að meðtaka meðferðina og fara í gegnum þetta til að ná árangri. Og þetta er kannski svona flott dæmi það þegar næst góður árangur. Og þetta er það sem er listin það er svona stuttur listi sem fólk flyttur út í hverjum tíma og það er til dæmis ekkert óalgengt að fólk skori jafnvel aðeins hærra en það í byrjunarmeðferðar vegna þess að þegar þú byrjar að opna hlutina þá eykst oft vanlíðanin og þetta er eitt af þess að við þurfum að búa fólk til þeir gæti fara að líða verr til að byrja með en þeir sem að sinna þessu vel halda áfram og þá komast yfir þann hjalla. Þarna séu þessi manneskja hún klárar á 10 tímum. Eftirfylgdin þarna rúmum 2 mánuðum seinna og þá hafa einkennin minnkað aðeins meira. Þannig og það í raun og veru mjög snemma í þessu tilfelli, það er strax í tíma 4 það sem að manneskjan samt til tekið uppfyllir ekki lengur viðmið áfallastreituröskunar samkvæmt þessu matslista. Þetta er hins vegar mjög hamlandi einkenni þá en svo bara alltaf áfram niður. Þannig þetta er svona. Takk fyrir okkur.
Já, takk fyrir þetta. Það er mikið fagnaðarefni að sjá þau sem að eflast og geta bóðið þá meðaldur að heima síðustöld. Sérstaklega ánum með það sko að áfalla streitu röstum með meðhaldum. Það verður kannski eitthvað ennþá flottara í næsta ISN. Þetta gefnum bara kreppu með sér. Það þóttu voru ómerkilegt en það var verið að vinna svona líka þessu. Spurningin þessi. Það er ýmist búið að hæla hann með að skamma þetta sem eitthvað tísku virðinni. Hvað stöndum við núna? Við stöndum bara mjög vel, já. Við erum alltaf bara með endalesa uppspretta rannsóknir sem sýna þetta virki. Það er svona, það er, sko, þetta er hamið, hvort sem það er CBT eða bara hamið grunninn, er mjög mikið rannsakað meðferðarform og það er búið að sýna fram endurtekið á það að það er gagnreynd meðferð og hún er fyrsta val við ansi mörgu í dag, til dæmis samkvæmt klínísku leiðbeiningum. Þannig að við stöndum bara vel að vígja okkar mati og rannsóknum. En auðvitað er alltaf, þú veist, umdeilt og hún er meira að segja að koma nokkuð vel útvarandi geðrofssjúkdóma, sem er kannski svona nýjasta sem verið er að tengja hana inn, er að það er verið að vinna með ranghugmyndir fólks. Og þú er að koma bara ágætlega út þar. En fólk þarf hins vegar náttúrulega með geðrofssjúkdóma að hafa innsæi inn í sínu vandan til að það nýtist. En það sem fólk hefur innsæi og hefur unnið með hana, þá er það að leiða á sér ágætan árangur. Já, það er sko, geðrofssjúklingar, þeir eru ekki líklegir til að skuldbinda sig kannski í 10 viðtöl og leggja á sig heimalinn og erður og svona. Nei, hún er aðlöguð að, en það er verið að vinna, þessi ranghugmyndin til dæmis er unnið með þær eins og hugsanir. Nei, hún er aðlöguð að geðrofssjúkdómum. Nei, þeir hafa ekki endilega þú veist bara dugg og heimavinnan er kannski ekki svo sama og fyrir einhverja aðra. En hún er aðlöguð en það er verið að vinna eftir aðferðunum. Það virðist vera að sýna árangur eða ágætis árangur þótt að þetta sé náttúrulega erfiður sjúkdómur. Þetta er erfiður sjúkdómur náttúrulega. Og fyrir spurningar? Já, þessi boðina. Takk fyrir.